öflugt verkfæri til þess að taka á móti og halda utan verkefnaskil nemenda. Til þess að stofna til verkefnaskila verður við að vera í ritunarham og síðan valin sú vika eða sá efnisþáttur þar sem verkefnaskilin eiga sér stað. Þannig að ef nemendur eiga að skila verkefni hér í fyrstu viku eða fyrsta efnisþætti, þá fer ég hér í viðföng og skoða þar liðin skila verkefni. Þar get ég valið 4 ólíkar tegundir af skila verkefnum og fleiri eru fáanlegar í kerfið, þannig það þarf að setja upp sérstaklega. Ítarleg skráarskil virka þannig að nemendur senda inn eina eða fleiri skrá. Textaskil á netinu, þá fá nemendur upp textabox þar sem þeir slá inn texta sem síðan skila með því að smetla senda. Hentar mjög vel fyrir tímaritgerðir, styttri tímaritgerðir. Nemandi sendir eina skrá, mjög svipað og ítarleg skráarskil, nema hann getur bara sendt eina skrá og aðeins færri stillumöguleikar. Loks það ekki skila gegnum Moodle og þá heldur kennarinn utan verkefnaskilin í Moodle, þar að segja tímasetningu, einkunnagjöf, jafnvel endurgjöf til nemanda, en sjálf verkefnaskilin fara fram á annan hátt. Þetta gæti henta þegar nemandi að skila verkefni sem ekki hægt að skila stafrænt, til að mynda í smíða áföngum eða annað slíkt, svona verklegri áföngum. Ég ætla að fara hérna aðeins í gegnum einföld verkefnaskil, þar að segja nemandi sendir eina skrá, sem hentar ágætlega ef að nemendur að skila inn ritgerð, Word-skjali, Excel-skjali, PowerPoint-skjali. Þá kemur upp form þar sem að ég byrjaði að slá inn heiti verkefnisins. Verkefnaskil 1. Í ritlinum hér gefst kennara tækifæri til að skrifa ítarlega lýsingu á verkefninu. Þessi lýsing getur innihaldið texta, myndir, vídeo og hvað eina sem að ég get sett inn með þessum ritli. Ég get krækt í vefsíður eða jafnvel skjöl sem að nemandan á að nota við verkefnaskilin. Þannig að þið ekki við að nýta þennan ritil þegar þið setjið upp verkefnaskilin. Næst ákvarðað hvaða einkunnakvarða á að nota, og þetta eru þeir einkunnakvarðar sem að koma með kerfinu. Við getum haft þannig að það engin einkunn ef ekki að gefa neina einkunn, eða fari hérna í 100 til þess að gefa nemandanum stig á bilinu 0 til 100. Það hendur ágætlega ef við ætlum að nota kvarða 0 til 10, geta gefið í heilum og hálfum eða jafnvel en þá nákvæmara. Þannig að nemandinn fær 9,6 á prófunu, þá gefa hún 96 stig. Einnig hægt að sérsníða einkunnaskala og ég sýni ykkur það kannski síðar. Næst það 2 svæði þar sem að skilgreind fyrsta lagi hvenær verkefnið opnar, þar að segja hvenær geta nemendur fyrst byrjað að skila inn verkefninu, og það undir liðin opið frá, og síðan að skiladagur, það þá hvenær rennur skilafresturinn út. Við getum lokað fyrir verkefnaskil eftir skiladag. Þar að segja að ef skilafrestur liðin, þá hefur nemandinn ekki kost á því að skila inn verkefni, og við ákvæðum það hér. Við getum leyft endurinnlögn. Það getur verið ágætt ef að nemandinn sendir inn verkefni sem við viljum meta, gefa honum einhverja endurgjöf og svo getur hann sendt verkefni aftur. Við getum ákvæðað hvort að kerfið sendi tölvupóst til kennara þegar að nemandi hefur skilað verkefni. Hentar ágætlega með p-nemendur. Ég mæli samt ekki með því að þeir eru með stóran hóp að fá tölvupóst í hvert skipti sem að nemandi skilað inn verkefni. Hér svo hámarksstærð verkefnaskilana og við takmörkum það við 5 megabæt. Það hægt að fara fram á meira. Hér eru svo stillingar sem hafa með hópavinnu að gera, og ég mun fjalla það betur þegar ég ræði hópana. Ég smelli síðan á vista og birta til að vista þessar breytingar og skoða hvernig verkefnaskilin líta út. Hér fæ ég þá síðuna eins og hún birtist nemandanum. Það þá lýsing af verkefninu, það þá upplýsingar hvenær skila á verkefninu, hvenær hægt að byrja að skila því og hvenær skilafrestur rennur út, og síðan
reitur þar sem að nemandi getur sótt skrána. Hér í hægra horni eru tveir hnappar, annars er uppfæra skilaverkefni, þar að segja ef ég vil breyta því á einhvern hátt, og loks grækja það sem stendur engin verkefnaskil, og sem sagt ef einhver er búin að skila verkefni þá birtist fjöldi verkefnaskila þarna, ég get smelt á þessa græki og gefið einhvern. Við skulum skoða hvernig þetta lítur út í áfanganum sjálfum. Við settum einhvernarskilin í efnisþátt 1 eða fyrstu viku, þannig að hér birtast þau, og þar sem ég er í ritunarham þá birtast nokkrir hnappar fyrir aftan. Fyrsta lagi þá get ég fært verkefnaskilin á milli efnisþátta eða vikna. Uppfæra takkin leyfir mér að fara aftur inn í viðkomandi verkefnaskil og breyta þeim, lagfæra þörfir á. Exið leyfir mér að eyða verkefnaskilunum, augað felur þau, það eru það þarna en nemandi mun ekki sjá þau, og loks er það tákn sem hefur með hópa að gera sem ég mun útskýra síðar. Nú þegar að verkefnaskil eru skilgreind þá verður til liður undir viðfangsefni sem heitir skilaverkefni. Þarna getur kennari smelt á og fengið yfirlit yfir öll verkefnaskil. Þannig getur nemandi smelt á og fengið yfirlit yfir öll sín verkefnaskil, stöðuna á þeim og einhvern. Þetta er eitt af því öfluga við Moodle og mjög góðu kostur fyrir bæði nemendur og kennara að hafa svona gott yfirlit yfir verkefnaskilin. Hér sjáum við verkefnaskil 1, ég get smelt á þau og kalla þar fram alla nemendur, kalla fram lýsingu á verkefninu og fengið upplýsingar verkefnaskilin sjálf. En þegar nemandi skilar verkefni þá gerir hann það einfallega með því að smetla á heiti verkefnisins og leita svo eftir skrá sem getur þá verið hvaða skrá sem er, og þessu tilfelli einföld textaskrá. Ég smetli hér á open og svo smetli á takkan sækja þessa skrá þar sem ég er að sækja hana inn í Moodle kerfið. Svo smetli ég áfram og þá get ég séð hér til vinstri að verkefninu hefur verið skilað og nemandi getur meira að segja opna það aftur og skoða það, og hafi kennari heimilað nemandanum að skila oftar en einu sinni þá getur hann sótt það hér, breytt og skila svo aftur. Eins og venjulega þegar ég framkvæmi einhverja breytingar þá koma þær hér undir liðinu nýlegt viðfangsefni, þannig hér sé að ný verkefnaskil hafa orðið til. Ennfremur koma verkefnaskilin inn í liðin á næstunni hafi hann verið virkjaður, þannig að nemandinn sér alltaf þau verkefnaskil sem eru framundan. Liðurinn á næstunni horfir cirka 10 daga, 2 vikur fram í tíman. Þannig að ég mæli eindregið með því að þið nýtið ykkur þennan möguleika í Moodle, þar að segja verkefnaskilin, því að hann hefur upp á svo marga kosti að bjóða bæði fyrir nemendur og ekki síst kennara. Takk fyrir.